Here we are again. Já. Gaman að fá þig heimsókn. Gaman að koma. Loksins bauðstu mér. Loksins bauð þér aftur. Já. En það var svo, mér þóttu svo vænt viðtalið sem við tókum síðast. Það var mjög vel hefnað og ég hafði rosa gaman að tala við þig. Ég fekk alveg svakalega mikið viðbröð við þessu viðtali. Já, það. Ég held þú áttir ekki á því. Ég hef aldrei, og ég hef búin að vera lengi í fjölmiðlum í gegnum tíðina. Ég hef aldrei fengið svona mikil viðbröð. Trúðu mig, Sölvi. Við neinu viðtali? Nei. Það svoleiðis. Og hvað vorum við að tala um? Vorum við að tala um eitthvað merkilegt? Vorum við ekki bara að tala um lífið? Sko, það er mjög algengt að sérstaklega finnst mér þegar viðtöl hefnast vel. Já. Að þá fer maður í eitthvað svona smá blackout. Maður, það er eitthvað flæði. Já. Og svo, ég var alveg að lenda dálítið oft í því að fólk hringdi í mig, kannski nokkur ég fór alltaf að hafa smá áhyggjur, hvað vorum við að tala um? Ég man ekkert hvað vorum við að tala um. Var þetta í lagi eða? Þannig ég man ekkert hvað vorum við að tala um. Ég man bara vorum að tala um lífið og tilveruna. Jú, við töluðum aðeins um svona söguna þína, fjölmiðlana, töluðum um hvernig þú varst að reyna að ná til pappa þins þegar þú varst í þulu starfinu. Akkurat. Svo spáður eitthvað fyrir mér. Já, ég man ekki svona hvað kom fram. Ég man að nei, ég man það ekki heldur. Ég veit bara að ég er önnur en ég var þá. Hvað er mörg ár síðan við gerum þetta? 1,5. Já. Svoleiðis. Ég er önnur en ég var þá. Þú ert annar en þú varst þá. En það er ennþá þessi kærleikslína á milli okkar. Algjörlega. Og hún mun aldrei hverfa. Nei. Og ég mun aldrei hætta að elska þig. Sömuleiðis. Já. Og hún er bein og opin. Við eiginlega þekktumst ekkert, við höfum bara svona spjallað eitthvað pínlítið áður en við tókum síðasta viðtal, sko. En svo vorum við búin að náttúrulega spjalla svolítið saman eftir það og sko það sem að ég dáist af við fólk eins og þig er, ég sé svo mikið, það sem ég finnst flottið þér er að þú ert komin á stað sem ekki margir komast á, finnst mér, sem er að sko fyrst fattar fólk inn í sér að þetta er smá svona, nú er ég með smá svona tilkottu. Ég elska það. Kottu með það. Fyrst fattar fólk inn í sér að það er eitthvað sem er svolítið svona, þú veist, ég er ekki alveg fitt inn í þarna, ég er öðruvísi og þú ert örugglega löngu búin að fatta það. Svo eru mjög margir sem bara slökkva á þeirri rödd og reyna fitt inn. Svo er fólk sem segir, ok, ég er kannski bara aðeins öðruvísi en hinn og eitthvað. Og þá ferði einhverja svona skamta í því og þá kemur kannski tímabilið þar sem allir eru bara heyrðu, sérstaklega úr Pöggblíkvíkur hann er bara alveg búin að missa hún er alveg búin að missa og ég man að ég tók viðtal við Óla Steff á ekkert ósvipum tíma tók viðtal við þig og ég held að þessi bæði búin að fara í gegnum tímabilið þar sem að fólk er svolítið þar yfir í allt í þennu því standið það mikið með sjálfum ykkur að fólk fer að elta ykkur að því langar að vera öðruvísi og því langar að vera aðeins óhefbundið. En sko þegar þú segir þetta og ég allavega á hverjum einsta degi þá er ég að standa með mér en ég þarf að gera á hverjum degi. Það er nefnilega þannig að fólk kannski hitti mig sem með mér í Vestló býtu þú ert ekki Elli sem ég man þú hegðar þér ekki eins og ég man eftir þér akkur er allt í hennu farin að mála og ert eitthvað listakona já, það er það sem ég geri já, ég vil fá Elli sem var hvar er hún? Af því við erum alltaf að þroskast eins og þú og við erum að fara í gegnum reynslu og heimurinn hann gefur okkur reynsluna ytra fólk og aðstæður og þá er bara annarkvort að standa með sér sama hvort aðri vilja fá gömlu Elli eða eitthvað annan sem það hélt og halda bara áfram ég er þar og vistu það ég er þar á hverjum einasta degi. Hvernig, þegar þú segir þú þurfir að standa með sjálfur, hvernig gerir það? Ertu með, ferðu með einhverja staðhengar? Ég er með tattu á lærinu, ég flúraði á miljón og ég fer fram úr og ég stíg í fótinn sem er hægri fótleggur og það er hugrekki mitt. Já, þetta er fyrir mig og svo fer ég beint inn á bað og ég tannbursta mig, horfi í speilin, horfi á sjálfa mig og ég segi, Elli, ég elska þig eins og þú ert og ég stend með þér. Ég er besta vinkona þín, sama hvað aðri segja eða einhver hefur sagt við þig eða þig, skiptir ekki máli. Í dag stend ég með þér, Elli.
Svo bara held ég áfram, fer fram, fæ mig kaffi mitt og ég finn að ég stend með mér. Þetta bara þetta hljóma kannski svolítið eitthvað, ég veit það ekki, en þetta mín leið til að hjálpa mér og standa með mér. Það skiptir máli. Já, sem náttúrulega bara, við erum örgulega rosalega mörg, með bara æskusár og svona röng forrit og þá þarf maður náttúrulega bara endur forrita sig. Og þú veist, eins og ég tala fyrir mig, tímabilin sem ég hef verið í bara einhverju bíluðu sjálfsniður yfir og ég sé mig allt öðruvísi en allir aðrir sjá mig, þá þarf ég að forrita mig upp á nýtt, sko. Þú þarfst að enduræsa þig. Ég meina, einu sinni var ég að skrifa slúður fyrir Vísi í gamla daga. Alveg rétt. Já, og yfirmaður minn sagði bara, já, nú tekur þú slúðrið á bresku, eins og Bretandi gera og þeir eru hræðilegir. Á næsta level. Já, þetta bara gula pressan og ég átti að ná tölum og ég fór á Daily Mail og fann þar einhverja fréttir og ég fekk frunsur, mér leið svo illa, en þú þarfst að gera sem þeir eru sagt að gera. Það var stofnuð, þá var Facebook töluvert nýtt og það var stofnuð Facebook síða rekið Elli Ármanns og ég veit ekki hvað voru mörg þúsund sem lækuðu þá síðu en ég hugsaði, ég ætla að standa með mér, ég þarf að klára þetta verkefni, svo fór ég úr slúðrinu en það var bara þjálfun fyrir það sem ég er að gera í dag. Já. Ég lærði að taka gagnrýni, vinna hratt en sérstaklega þegar það verið að tala hann í fjölmiðlum og heimurinn ákveður og umhverfið ákveður að maður sé eitthvað annað en maður er og ég veit að þú hefur fundið fyrir því líka og þá þarf maður að tengja sig við sig og minna sjálfan sig á hver maður er. Ef eitthvað er sagt nógu oft mann eða við mann þá fer maður stundum bara að trúa því. Algjörlega. Já, og þá er mjög gott að nota speil og horfi í speil. Ég get til dæmis aldrei spáð það sem er speil. Það er svo komið út úr hún. Já. Japs. Hljómar skrítið, hljómar eins og eitthvað hippabull. Já. En það er önnur vít sem speglast þar í gegn. En það er gott að nota hann fyrir sjálfan sig. En þessar þjálfunarbúðir sem þú ert að lýsa þarna, það fara mjög fáir í gegnum svona þjálfunarbúðir. Og maður hugsa bara meðal manneskjan fær ekki svona æfingu í áliti annara, neikvæðu áliti annara. Nei. Og meiri segja ég, þó ég hef verið búin að vera opinber fígur og svona lengi, að þegar að skeiðu þarna miklu hlutir hjá mér, ég var ekkert búin undir þetta af því að flest allt sem ég hafi gert eiginlega öll þessi ár hafi verið bara svona frekar jákvætt og, veist, og þá hugsa maður það er á einhvern nátt sérstaklega þú ætlar að vera einhvers konar public fígúra þá verður að fara í gegnum svona skóla sko. Sko, þetta er eins og að vera fyrir einelti eða vera í ofbeldissambandi lengi þá týniru oft bara sjálfum þér og þú veist að þú gerðir ekkit rangt þú veist hver þú ert og þú er alltaf vandað þig þó að þú hafi kannski sagt ykkur á hluti í reiði eða svoleiðis og þá þarf maður bara að halda áfram staðfesta og minna sjá hver maður er og vera í kringum fólk sem lætur manni líða vel trúðu mér, ég er að spá fyrir mörgum og ég er að tala við mjög marga og það eru mjög margir sem sætta sig við ofbeldissamband það sem það er bara alls ekki að blómstra og það er einhvern veginn, það er í sektarkennd, það er eitthvað sem segir við komandi þú ert svona og átt ekkert betra skilið og þá fyrir fólk að trúa því að það sé manneskjan með sektarkendina og þá þarf maður einmitt að maður þarf að forrita sig. En er ekki líka því þú kemur inn á þetta að þú sagðir á þann að þú væri breytt síðan við hittum síðast og ég væri breyttur líka og ég vona það að ég sé breyttur en talandi þetta stíg út úr einhverju svona aðstæðum oft erum við eiginlega bara við erum hræddari við að gera breytingar heldur en að vera í einhverju hræðilegu Vaninn er svo sterkur Já. Og það er eitt svolítið merkilegt og þetta eru vísindi, þetta er ekki eitthvað hippa spátumsdæmi líkaminn hann elskar vana Sölvi, við erum í vana, það gerist ekkert annað en gerist, ekkert óvænt gerist, við erum bara hér í vananum, við erum ekkert að fara út fyrir það. Heilinn þráir eitthvað nýtt og hugsanir þínar og tilfinningar eru eitt. Tilfinningar elta hverja hugsun, fylgir alltaf að. Og þá þarf maður að passa sig að láta vanan ekki halda manni í fortíð. Einmitt. Af því hann segir, Sölvi, finnur ekki, þú ert eitthvað slappur ekki fara þarna sem þú veist ekki hvað býður þín ég mér eitthvað illt í
kviðnum, ég að fara í flug, þú veist ekki hvert flugið, hvernig það verður með flugið, eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvort ég þori að horfast í augu við þetta, að því ég veit ekki hver viðbrögð annar að verða, að því ég í vana, og þarna, ef maður í vana og maður að fara alltaf tilbaka og fer ekki áfram í lífinu, þá þarf maður að stoppa. Stopp, Elli, stoppaðu, ég húsbóndinn. Ég ætla að gera annað en ég gerði í gær og ég ætla að treysta á mig að því ég veit hver ég Þannig að maður á ekki að láta vanan sem kvíði, líkaminn mjög fljótur að sýna alls konar maður alltaf eins og þreyttur eða maður fer að finna afsakanir í umhverfinu það stríð í Úkraínu, ég verð bara að hvíla með, ég tek þetta inn á mig, ég get ekki breytt því umhverfið eða tími veistu það, ég hef bara ekki tíma núna, ég þarf að kíkja á e-mailin, ég þarf að gera svo margt, elda fyrir krakkan og vesla, ég ætla bara að búa til afsakanir svo ég komist ekki áfram þannig að vaninn, hann getur verið þinn besti óvinur rútína góð en rútína svæfir þig hún svæfir þig Hvernig? Ég vakna, ég fæ mig kaffi alltaf á sama bollanum ég labba þessa leið, keyri hitti sama fólkið, vinn sömu vinnina, að finna sömu tilfinningarnar, kem svo heim þá þetta fyrir þú gerir alltaf sama og þú dregur gærdaginn inn í daginn í dag þess vegna sálin, hún elskar að gera eitthvað annað en hún gerði og ég veit að þú ert að fara að gera eitthvað annað og meira en þú gerðir þar þarfst að vera hugrakkur og ég veit þú ert hugrakkur eins og ég hugrakk ég læt engan segja mér hver ég lengur en fyrir 10 árum já, fórst þú í listaskóla? Nei, getur þú eitthvað teiknað? Ég veit það ekki hvað? Þetta, ég bara ég fór ekki í skóla en ég með þetta verkefna og við komum til kaupir það yfirleitt Vist, maður á ekki að hlusta á hvað öðrum finnst af því að skoðanir annara ekki sannleikur Það er líka áhugavert þegar að fólk kemur frá þessum stað að það kemur eitthvað til þín sem svona passionate og að fara að gera eitthvað og þú þarfst að fara að tala það niður þá náttúrulega mikil æfing að byrja að sjá það hefur ekkert með þig að gera Akkurat. Þetta bara manneskjan að tala við sjálfa sig Þetta bara hún að tala út frá sínum ótta og þetta hefur ekki raskat með þig að gera það ekki neitt og það náttúrulega, maður fer í gegnum marga leksjur þar sem að tilfinningakerfi manns tekur hluti persónulega en maður byrjar síðan að skilja það ekkert persónulegt við þetta bara ekki neitt og eins og við þurfum að fara í gegnum tímabil núna, ég veit ekki, kannski hefur þetta verið svona lengir, manni finnst þetta svona þessi þörf fólks til að vera að ranta á internetinu og tala illum annað fólk, ég meina hef ég einhvern tíðan farið á internetið og rantað og talað illum annað fólk? Nei, sérstaklega ekki fólk sem ég þekki ekki neitt Þú aldrei talað illum neitt við mig Gerir fjölskylda mína? Nei. Gera vini mínir? Nei. Þá er maður svona, hvaða fólk þetta þá? Sem með þörf fyrir að vera að gera þetta allan daginn By definition, svo ég sletti ertu bara ekki á góðum stað og þarfst að vera að gera þetta Já, ég skilgreini þetta líka þannig að þú ert á tíðni. Ég var ekki viðtal hjá þér nema ég var á sömu tíðni og þú. Við erum að hlusta á sömu útvarpsrás. Segjum við séum að hlusta á rás 1 núna, þú og ég. Og við erum bara að hækka, við heyrum þættina, okkur líkar vel við það sem útvarpsrásin og við erum að hlusta á það. Svo fólk sem kannski að hlusta á aðra útvarpsstöð, segjum bara Exi fín stöð, en það önnur tónlist og annar rytmi og það getur verið neikvætt gagnrýna alla, ég hata alla það allir ömulegir, já þú ég að dæma alla skilurðu, ég algjörlega niðri að hlusta á Exið í botni og það bara allt í lagi, fólk á misjöfnum stað en þegar þú ert að dæma ykkur ég að dæma þig og þú veist að 3 puttar vísa á mig en 1 á þig, þannig ég að segja hver ég og ég þrífst á því hefur ekki eitt fólk sem bara að tala neikvætt aðra? Jú, en ég talandi þetta sem varst að tala áðan með frunsunar Já. Að ég það kom tímabil hjá mér þar sem að ég fann bara, ég var líkamlega þyngri, ég byrjaði jafnvel að fá svona höfuverki það er svona með öðrum orðum bara svona kjarnin í mér byrjaði bara að hafna því að ég mætti taka þátt í svona samræðum ég bara geta ekki lengur að því þú veist, hvað erum við að fara að fá út úr því að mér finnst alltaf að tala fólk sem ég þekki ekki ef ég að tala vel það skilurðu, og
og ég myndi svona, mér fannst fallegt þegar ég fór yfir þegar ég var að skoða eins út frá bara þjóðfélagsumræðinu en og annað, að skoða hvað get ég sagt, að því ég talandi um þetta, maður hefur bara farið í gífulegt sjálfsniðuri og dót eftir þetta ferli allt saman, en fyrir hvað hef ég alltaf staðið? Ég gátt 110 þætti áður en að kom stopp. Ég held að hafa aldrei verið talað illum neitt í þessum 110 þáttum. Og ef það var gert, þá var það ein manneskjunni stoppað af strax, sko. Það var hins vegar að tala vel um fólk í nánast hverjum einasta þætti að því fjarstöddu, sko. Sem svolítið svona að því að, ég veit það ekki, maður kannski kemst á þann stað að maður fara að hugsa þú veist, fólk sem manni finnst vera að hegða sér einhvern veginn öðru sem maður myndi vilja. Það er ekki á góðum stað, en það er ekki slæmt fólk, skilur. Það er bara ekki á góðum stað. Og einmitt þetta svona, þegar maður ég veit ekki, ég horf stundum á að það sé fólk sem horfir á heiminn þannig að það sé gott fólk og vont fólk. Ég horfir svo mikið á heiminn þannig að fólk einhvern veginn út af einhverju. Já. Og ef einhver að gera ranga hluti og hegða sér illa og eitthvað svona, þetta er ekki besta útgáfan af manneskjunni sem að gera þetta, skilur. Nei. Og við erum náttúrulega svona búin að þróast svolítið sem samfélag, í til dæmis með fangelsin og annað, græðum ekki öll og því við reynum að láta fólk koma betra út. Við reynum að bæta fólk. Já, algjörlega. Og þá maður ekki að segja að þú að fyrirgefa einhverja hræðilega hluti sem hafa gerst eða tala nú ekki um að samþykja þá, það er allt annað hlutur, sko. Já, ég samþykja aldrei ofbeldi, en það er annað líka. Þetta er líka hormónaflæðið, það er búið að rannsaka það og þá erum við ekki komin í eitthvað spádómsdæmi hérna. Fólk sumi þurfa að fá skammtinn sinn, heroínskammtinn, þetta er myndlíking, bara með því að tala illum eitthvað, það fær eitthvað kikk út úr því, rakka eitthvað niður og þetta verður að vana. Ég er oft í kringu fólk og kannski við erum eitthvað staðar í matabóð eitthvað, ég veit ekki, það er verið að tala illum eitthvað. Án þess að segja fólki að hætta að gera, þá bara fer ég á klóstið. Ég ætla hans að fá klóstið. Fer ég þangað og ég bara anda inn á klósetti, þú veist, fæður hennar eitthvað sem kemur fram. Hvað finnst þér þetta, Elí? Hvað, er hann ekki algjör fáiði? Ég veit það ekki, ég var ekki á staðnum. Heyrðu, réttu með sósuna. Þú veist, ég reyni bara, ég segi engum hvað hann á að gera, en ég reyni algjörlega að draga mig úr aðstæðum þegar fólk fer í eitthvað svona stríð. Og þetta eru hormónar. Og hefur ekki hitt fólk sem alltaf að endurtaka sömu söguna við þig. Fyrirverandi eitthvað sem gerði eitthvað á þeirra hlut og sagan breytist og maður bara býtu, þetta var ekki í sögunni síðast. Svo segir maður alltaf já, að því maður vill ekki særa viðkomandi man ekki, hún mundi ekki, hún saði mér þetta í síðustu viku, hefur ekki lent í þessu. Fólk fær bara eitthvað röss, þetta er eins og eiturlyf. Og ef þú hugsa... Það er bara líka hægt að fá röss í hina áttina að þú fundið að þegar maður talar virkilega fallega um einhvern sem er ekki nærstatur, að þá kemur svona falleg tíðni, sko, og fallegt væp og einhvern veginn, já, djöfull er hún geggjuð, djöfull er hann frábær og bara snild, sko. Já, og við komum til finnur það. Hefur ekki fengið like á Facebook eða eitthvað skilabóð þegar þú hugsa um eitthvað til dæmis? Þetta er orka. Það kemur fyrir. Hugsanir er orka. Og við erum að fara þangað. Þú og ég, og þessna þarft þú að vera starfandi hér í þessum fjölmiðlum og þú þarft að tala við fólk og við þurfum að lyfta þessu öllu og hærra stig. Þannig er það, Sölvi. Og mundu bara, hugsanir er orka og ég hugsa alltaf svo fallega til þín. Og ég veit þú finnur það. Já, ég gerir það örglega á okkur þá er ég síðan á stuðíma sem ekki athyglisbrest og svona en það er einhver partur af mér sem finnur það. Já, hver einasta fruma finnur það, þó að þú fattir það ekki. Það er svo leiðis. Hvað þegar þú ert að spá svona mikið fyrir fólki? Þú ert fyrst og fremst er það ekki að mála og spá fyrir fólki? Sko, ég er að gera bæði en stundu tekur spákonun algjörlega yfir, sko. Já, það er svoleiðis. Vistu að ég hef aldrei upplifað þetta. Ég hef bara aldrei upplifað þetta. Það líður ekki einn dagur að ég fæ bara, þú veist, ég fæ mörg skilaboð á dag. Og að fá 5 skilaboð á dag á Íslandi, það eru mörg skilaboð. En ég tek aldrei fleiri en 3 í viku. Já. Í svona engaspár. Ok. Ég tók spilið með og spá eftir, þú bara segir til, bara alveg eins og þú vilt. Þá fáum við alls konar svör. En Íslendingar eru mjög opni fyrir þessu, svo hefur verið á K100 að spá. Já. Og að fá að vera spákona í útvarpi, í fjölmiðlum, kona, það er bara frábært. Það segir bara að við erum líka opin fyrir því sem við sjáum ekki. Þú veist, eins og við sjáum þetta glas, en við sjáum ekki það sem er í gangi henni kringum okkur. Þó við finnum það.
ef við förum þangað. En að vera spákona, hún tekur yfir listina stundum, en svo tengi þetta saman. Hvað þegar þú ert að spá fyrir fólki, þá náttúrulega færðu ákveðna innsýn inn í, þú veist, þannig að má kannski segja að það er kannski ákveðin hópur af fólki sem er líklegri til að vera opin fyrir þessu og þar alveg er líklegri til að leita þín. En þú færð kannski ákveðin þverskurð af því hvað það er sem er að plaga fólk, hvað það er sem fólk er svona að leita að, þú veist, og allt þetta. Hvað myndir þú segja að væri svona bara meðal manneskjan sem er að koma til þín á Íslandi og þú veist, þú talaður þetta áðan með að það legg ekki í breytingar, eiga erfitt með að stíga út úr aðstæðum sem þú veist á kjarninni þér vill fara út úr. Hvað það sem þú ert svona aðalega að fá inn á bortíðin? Ég að fá inn á bortíð mín, það alls konar fólk sem kemur, bara fólk sem að lesum í blöðunum og fólk sem bara þú sér á kassa í Hagkaup og eins bara karlmenninu líka farnir að leita meir í þetta sem er mjög jákvætt. Þetta svo misjafnt, sumir hafa áhyggjur af ástvinum, aðrir að takast á við heilsufar og það svo magnað fólk sem er veikt og bara þráir ekkit annað en að verða heilbrigt. Og þá förum við bara algjörlega í kjarnan og sumir sem er svo merkilegt, þeir vilja ekki fá hjálpina. Þeir þrífast á samúðinni, ertu með krabbamenn, þú ert svo sterk og vilja fá þetta í staðan fyrir að hætta að tala um veikindin og tala um heilsuna og styrkin og velíðan og jafnvægi. Þá þarf ég stundum þá komið alls konar skilaboð, þá þarf ég stundum að segja, nú þurfum við að stoppa. Þú ert búin að segja orðið krabbamenn núna síðustu 10 mínútur 200 sinnum. Og þegar maður að segja frá reynslu sem maður upplifði í fortíð og upplifir hana sterkt, þá heldur líkaminn að hann sé þar aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. En að samaskap þetta svo skiljanlegt að því að manneskja sem eins og til dæmis þetta að fá krabbamein eða eitthvað svona sem er bara rosalega ósangjant, rosa erfitt, að þá sýnum þeir náttúrulega líka skilninga að sérstaklega kannski ákveðin tíma festist fólk þar. En síðan verður á einhverjum tíma að gera þetta allra besta til þess að reyna að rísa út úr því, sko. Jafn ömulega erfitt og það getur verið. Bara fyrir þína eigin heilsu. Algjörlega, og það er mjög eðlilegt að endurtaka þessar myndir sem þú búin að taka af þessar hræðilegu reynslu, þetta er náttúrulega bara, það er ekki hægt að lýsa en maður upplýða. En stundu kemur í gegn, nú þarft þú að taka þér tak og þú þarft að tala eingöngu hvað þú ert heilbrigð og ég þarf að segja fólki að tala við frumurnar að því frumurnar hlusta. Já, frumurnar hlusta, en veistu það? Og það að koma alls konar skilaboð, það er eitthvað aðrinn í hægri öxlinni, hvað er í gangi? Þá kom í ljósa að hún var í aðgerð, það alls konar svona sem kemur í gegn og það er svo gott, við getum læknað okkur ef við þurfum að taka ákvörðun og við þurfum að vita að hugsanir, við erum hérna með tilfinningar og hugsanir og þetta þarf að smetla saman og við erum hér í nútíð, við erum hérna í viðtalinu og eftir erum við í framtíð og við þurfum að sækja framtíðina inn í nútíðina. Þetta er djúpt, sækja framtíðina inn í nútíðina. Já, við þurfum að sjá framtíðina af því það er engin munur, við erum í nútíð, áðan var ég hér í fortíð og ég er hérna á þér og ég er að fara þangað, það er engin munur. Við erum alltaf núna, þannig að við þurfum að sækja framtíðina að því að hinum megin hjá okkar leiðbeinendum og heiminum undir meðvitund heimsins, sumir kallaða Guð, það sem er í kringum okkur. Það er engin tími, Sölvi. Það er engin klukka. Það er ekki suma vetur vor. Það er ekki jól, páskar. Það er bara núna. Og þegar þú vilt fá óskir þínar láta það rætast, þá þarft að vera í óskin í framtíð og ímyndar hún sé komin og þakka fyrir hana, þá birtist hún. En að því eins og sko, þegar þú ert að lýsa þessu svona, þú ert búin að segja 2 að 3 að þetta hljómar eins og eitthvað hippabull eða svona, en þú ert í raun og vera að lýsa núna hlutum sem skammta eðlisfræðin er svona að byrja að sína fram á. Já. Og það eru margir sem vilja meina að það sem er að gerast í skammta eðlisfræði sé sko þannig að aðrar vísindagreinar bara fölni í samanburðinum. Akkurat. Vegna þess að þar erum við komin inn á þetta svið sem er, það búið að gera stúdíur sem sína fram á svo magnaða hluti. Ég veit það. Eins og til dæmis, ég var að lesa bók um daginn það sem búið að gera stúdíur á hundi og eiganda hundsins og eigandi hundsins er staddur í öðru landi. Já.
hundurinn bregst við því sem að gerast á nákvæmlega sömu stundu og það að gerast. En svo eitt, skammta eðlisfræði, það kannski ekki margir sem skilja það orð. Fólk bara, venjulegt fólk, eins og ég og þú. Þannig að það oft gott að segja þetta þannig að það sé skiljanlegt og það búið að sýna fram á það ef þú ert nógu sterkur í hugsun og kallar á það sem þú vilt og ert skýr, þá kemur það til þín. En þú getur líka ákveðið að vera alltaf í fortíð, rifja upp fortíð, tala hvað þetta var erfitt, þetta var sjúklega erfitt og hún var svo vond við mig og þetta var svo erfitt og ég fór í gegnum þessu veikindi, líkaminn alltaf að fara aftur og aftur, hann skilur ekki munin á því sem við erum að tala og því sem þú ert að tala sem var. Þessna þarf að stoppa og það þarf að tala framtíðina og segja líkamannum hvað í gangi í framtíð. Þetta hljómar eins og maður sé bara einhvern veginn, já, einmitt, eitthvað svona, en veistu það, þetta ekki trúarbragð, þetta einbeiting og þú þarft að hugsa hvað þú ert að hugsa, af því þú ert að hugsa hvað þú ert að hugsa. Þú veist þetta. Þú veist þetta. En þegar þú ert að tala þessa hluti, þá náttúrulega ertu líka að koma frá staðreynslu, af því þú hefur, farið í gegnum gjaldþrot og þú fóst í gegnum tímabil þar sem að ég ætla svona að segja að þér hefur vantarlega liðið eins og það verið að beygja þig alveg onni í duftið og bara þú gargar á aðri máttavöld að bara þetta í alvörinni bara ekki að fara að vera betur en þetta og með öðrum orðum að þú hefur farið frá því að vera í gjaldþroti yfir í að vera bara að búa til miklar allsnægtir. Þannig að þú hefur vantarlega verið að prófa þess að hluta á sjálfur þér. Veistu að ég að gera þetta endalaust og líka bara að takk fyrir gjaldþrotið, takk fyrir þetta glataða samband sem ég var í, það var hræðilegt, Jesús minn, en þakka þér fyrir. Ef þetta hefði ekki gerst, þá væri ég ekki að mála, að spá og þá væri ég ekki listamaður sem ég þá væri ég ekki að lifa á listinni, ég að gera það sem ég elska, mér finnst þess að ég sé 10 ára alla daga og ég með manni sem að styður mig og bara elskar að ég sé ekki eins og allir aðrir og það svo geggjað og allt þetta glataða, ömulega, hræðilega þetta var eiginlega bara dulbúin blessun og ég svo þakklátt fyrir það, þetta bara geggjað en ég óska engum að fara í gegnum þetta. Nei, og það tvent ólíkt einmitt þetta, manni finnst eins og umræðan í samfélaginu, þetta alveg þunn lína, að það það enginn að segja, það enginn að óska neinum að fara í gegnum þetta. Það enginn að segja að fólk sé ekki að glíma við ömulega hluti og erfiða hluti, en við erum svolítið að segja, hérna er fórnarlambskottin, má ekki bjóða þér að vera fórnarlamb, sko. Og á endanum eru það náttúrulega ekkert góð örlög fyrir neitt að búa til sjálfsmynd sem byggir á því að vera fórnarlamb, sko. Það ekki bara fyrir mann sjálfan, sko. Alveg sama hvaða komu erfiður og ömulegi hlutir fyrir þig, þá það bara að fara að láta þig líða verð, sko. Þú fær kannski huggun í ákveðin tíma, en svo verða allir þreyttir á þér, sko. Það svoleiðis. Og það ekkert á milli þess að vera fórnarlamb eða sterkur. Það ekkert hér á milli. Það ekkert smá fórnarlamb, smá sterkur stundum eitthvað. Annarkvort ertu í styrk og hugrekki og þú ert ljón, eins og tattúð á lærinu á mér. Annarkvort ég ljón eða ég fórnarlamb. Stundum ég alveg að þetta var svo erfitt og ég misti allt, ég bara bjó, ég átti ekkert heimili og það var svo glad. Stopp, Elí, hættu, þú ert sterk. Ég listakona, það gengur vel, ég á fyrir mat, ég á húsaskjól, börnunum mínu líður vel, það allt í góðu hér. Haltu áfram. Og það svo stutt og það svo auðvelt að fara hérna niður. Þannig að það þarf að taka ákvörðun. Eins og það búið að berja þig niður. Nú væri ég að fá yfirfærið yfir þig eins og ég, það búið að berja þig niður. Þú getur valið að vera hér og farið að skæla og verið grátandi og þetta allt í lagi hér. Ég veit að þessi dómur hreinn og allt þetta og það allt í góðu og þú ert vandaður góður maður og þú ferð ekki hingað aftur en þú verður virkilega að halda í þennan styrk og þú verður að minna þig á þetta á hverjum degi. Það rosa þægilt að fara í fórnarlambi. Já, og verður svona maður skilir þess í því, sko, að því þú veist, ég ætla ekki að ljúga, Jesús minn hvað ég búin að fara mikið í fórnarlambi á þessum tíma, sko, og fara þangað, en það alltaf einhver partur af mér sem segir, ok, þú veist, hvert ætlum að fara með þetta? Hvert ætlum að fara með að vera þarna?
skilurðu. Og hvað er ég búin að læra af þessu? Einhver gerði eitthvað við þig eða eitthvað var einhvern veginn, það er búið. Þú veist, bara fyrir mann sjálfan, hvað ætlar maður að gera? Hvað ætlar að gera við stöðunni eins og hún er? Það sem ég þurfti að gera, ég þurfti að fyrirgefa sjálfri mér. Ég þurfti að fyrirgefa Ellie fyrir að hafa gefið til mér leyfi, boðið sjálfur mér upp á þetta. Ég fyrirgaf sjálfur mér fyrir að segja ljót orð í einhverju rifrildi. Ég fyrirgaf sjálfur mér, ég fyrirgef mér. Ég gerði mitt besta, Ellie, ég fyrirgef þér þrátt fyrir allt. Ég fyrirgaf mér fyrir að skrifa undir einhver lán. Ég fyrirgaf mér fyrir alls konar sem að ég gæti farið að brjóta mig niður og farið bara heim að grenja núna. En fyrirgefningin, ég fyrirgef öllum öðrum, ég fyrirgef fyrst og fremst mér. Og ég ætla að vanda mig meira í þessu lífi, fara betur með peninga, ekki skrifundu neitt. Ég ætla aldrei að eiga neitt, ég ætla aldrei að eiga neitt aftur, Sölvi. Akkur ekki? Að því ég ætla bara aldrei, nema að ég geti bara staðgreita. Og þá geti ég gefið það. Já. Þannig að ég er staðráðin í að vera hér. Sama hvað ykkur segir, hvort að strætó keyri yfir mig, ég stend aftur upp. Og ef ykkur hendi mér fyrir strætó, ég stend aftur upp. Að því ég ætla ekki að gefa neinum leyfið. Og það er það sem ég er. Og þegar ég er í listinni og þegar ég er að skapa, eins og þegar þú ert í flæði sem fjölmiðlamaður og þú ert að halda fyrirlestra og þú ert að gefa af þér, þegar ég er í flæði, þá tengi ég við mig og þá verð ég einhvern veginn sterkari. Já. Þegar ég er að láta eitthvað gott að mig leiða og ég er að gera þetta fyrir mig. Einmitt. En talandi þetta með svona svo ég sletti, svona inside out, þegar þú ert búin að tala þetta með að horfa í speilin og segja ég elska þig og núna ertu að segja með fyrirgefa sjálfur þér, það er rosalega erfitt að fyrirgefa öðrum ef maður er ekki búin að fyrirgefa sjálfur sér. Það er rosalega erfitt að elska aðra eins og maður vill ef maður elskar ekki sjálfa sig. Og maður sér oft svona einhvern veginn þetta með þegar maður horfir á, þú veist, kannski það sem mér er svolítið umhugamstundum er þessi svakalega dómarka í samfélaginu okkar. Og þessum er ekki grunnurinn að þess að þú ert með svona svakalega dómharða rödd á sjálfa þig. Annars myndir ekki vera svona dómharður út í annað fólk. Jú, það er eitthvað sem okkur er kennt. Þetta er bara forritunin í undirmeðvitundinni. Það er búið að kenna okkur þetta. Samfélagið er búið að kenna okkur þetta. Foreldrar okkar, þeir gerðu sitt besta. Akkurat. Þau lærðu bara sem þau lærðu. Þetta er forritun. Og þá þurfum við að forrita okkur og standa með hvort öðru og þá skiptir samúð líka máli. Ég skil okkur hún er svona. Þarna hefur hún þurft að takast á við lífið. Nú skil ég okkur hún hagar sér svona. Eins og ég fór í þöluna í sjónvarpið til að pabbi sagði mig. Það var ástæðan. Það var ekki einhver önnur. En það er mjög auðvelt að dæma einhver aðra og ef manni kennt það og þetta er munstur í samfélaginu og í talningum að brenna einhvern á báli þá gerur bara því að það bara eðlilegt og þú fer beint í það hlutverk að dæma einhvern. Þá þurfum við bara að afvenja okkur. Við þurfum að afforrita okkur. Ég held það. Já, algjörlega og því maður hugsar oft þetta sem er svona, maður veit ekki hvernig þetta er í öðrum löndum, en við erum að koma náttúrulega á Íslandi frá rosalega harðneskjulegum aðstæðum sko. Þú veist, bara svona þú veist, ég held að við séum alveg eins og það gerði, vonandi, ég veit ekki, vonandi það gerðist mjög hratt, Ísland var ein fátækasta þjóð bara í vesturheimi bara, og svo bara á mjög skömmum tíma erum við bara komin í inn á alla topp 10 lista yfir ríkidæmi, efnislegt ríkidæmi sko. Og þá hugsa maður sko harðneski, þú veist bara fyrir 100 árum á Íslandi lífið hér, miðað við lífið niður í Gríklandi eða Suður Spáni þetta er bara svo allt annars konar skilyrði til lífs sko. Bara að tala að þú veist, mennirnir út á sjó í einhverjum ömurlegum veðrum og mæðurnar að fæða fullt af börnum og svo eru börn að deyja og það er sorg, enginn talar tilfinningar, fólk heldur bara áfram að þetta er bara lífs og svo kemur þetta tráma náttúrulega bara inn í og þetta er bara frekar stutt frá okkur í tíma sko. En manni finnst það sé að verða svolítið hröð þróun í eins og núna það sé að koma upp kynslóð af krökkum og unglingum sem hafa fengið allt annars konar uppeldi en til dæmis okkar kynslóð fekk sko. Sammála. Og og þar af leiðandi vill maður trúa því að það sé svona eitthvað svona acceleration, svona hröðun í gangi. Og ég elska unga fólkið. Já, einmitt. En eins og mamma var mjög ung þegar hún átti mig og pabbi viðurkenndi ekki mig fyrst og mamma þurfti virkilega að hafa fyrir því
og það ekki lengra síðan að henni leið illa út á götu að því að henni fannst fyrir að benda á sig og þetta var mikil skömm að því hún var ein og hún var barnshafandi. Þannig að það ekki lengra síðan en núna í dag viðhorfið annað skilur mig. Við erum svo fljóta að dæma og benda á þú og líta niður á og að munurinn skuli stækka á milli eins og bara að vera fátækt á Íslandi og ríkidæmi. Við þurfum að standa saman sem þjóð og reyna að jafna þetta bil. Sérstaklega fólk sem að nær miklum árangri, þú átt mikið, hvað gerur þá? Þá átt að finna tilfinninguna að gefa til að opna fyrir meira flæði. En þú veist, það sem ég að tala með mömmu, það ekki lengra síðan, þú veist, ég bara tengið það við mig og mömmu mína og ég skil mömmu til dæmis í dag en ég skildi hann ekki þá en núna viðhorfið gagnvart þessu til dæmis breytt í dag einstæða maður. Akkurat og við gleymum stundum einmitt í þjóðfélagsumræðinu og gleymum stundum hvað rosalega margt gott búið að gerast sko. Vá, ég man þegar ég tók einn á uppáhaldsviðmælendunum mínum Margrét Pála. Já. Og það æðislega kona og þegar hún var að lýsa því hvernig var að koma út úr skápnum á sínum tíma og þá, þú veist, ömulegt og að var að heyra hann að tala þetta þú veist, vá, hvaða hafa orðið mikla framfarir og sjá hvað hún búin að ryðja veginn lagast, og hún náttúrulega bara brautriðandi á rosa mörgum sviðum sko. Þannig að hennar hlutverk var að takast á við þetta eins erfitt og þetta var til að ryðja veginn. Það ástæða fyrir öllu og við sem samfélag að fá að búa hér á Íslandi, það svo mikið blessun en það líka erfitt að vera brenndur á báli en þá þarf maður að fara upp og rísa og muna hver maður og endurtaka það að því að fullta fólki sem kallar á mann en það á annarri tíðni og þú getur ekki dæmt einhvern og veist ekki alla söguna það nú bara þannig þannig að bara skilningur og kærleikur ég elska kærleika, ég elska sannleika Sannleika? Já, bara það sem af því allur skítur flýtur það flýtur allt upp á yfirborðið stundum tekur það langa tíma sérstaklega ef maður sjálfur að vinna í sjálfum sér og vill fá sannleikan strax upp á borð en allt flýtur þó það gerist seinna þá gerist það það ekki smá svona kollektíft búið að vera að gerast núna á síðustu árum að það rosa margt eins og bara í kringum COVID-ið og allt þetta rosa margt einhvern veginn sem svona að koma upp á yfirborðið bara eins og alls konar svona kerfi sem byrjuð að bara svona það bara komið svona vasaljós sem sýnir já ok, þetta virkar svona og það mjög mikið af fólki sem farið að efast alls konar hluti og sjá alls konar hluti að mér finnst í réttara ljósi en áður og það í nútímanum erfiðar að fela hluti. Algjörlega og við erum svo upplýst í dag við þurfum ekki að fara til læknis til að fá svar við einhverju lifi við getum flett þessu öllu upp og það svo dásanlegt ég meina manstu við vorum að fletta í orðabókum þegar við vorum ung þessi unga kynslóð þau ekki orðabækur burðast með þær í prófi sko en bara, já, við erum náttúrulega farin í 50 vítina, við erum komin inn í 50 vítina og þegar ég tala 50 vítina þriðja vítin eins og 3D þá erum við með gleru í bíó og við sjáum hlutin að koma út úr myndin einhvern veginn og núna þurfum við ekki að setja upp gleru þegar við erum í 50 vít þá erum við þroskari, andlega þá finnum við hlutina á þess að sjá þá við finnum og skynjum en það svolítið ríkt í þessari þjóð að brenna einhvern á báli. Þú búin að nefna það nokkru sinnum. Ef við förum, það að því ég veit að þú hefur farið í gegnum eld. Sölvi minn, ég verð að fá taka henni. Já, ég meina, ég ætla að gefa þér bara að því þetta nú eitthvað svona, ég ekkert búin að tjá mig þetta og ég þetta bara sem ég að segja hér og ég veit að þú ert móttækilegu fyrir þessu. Og það var, karlmenn voru líka mikið brendir á báli hér í gamla daga ef maður flettur upp og fyrir söguna. Þetta það sem við kunnum í staðan fyrir að spjalla og tala og fá allt upp á yfirborðið. Eins og það alltaf meirinn eitt sem kemur á málinu og núna erum við í 50 vitinni það sem við skynjum og brjóstvitið okkar rosalega stórt við erum með brjóstvit, konur eru með stærra brjóstvit en karlar við erum með börn, ég ekki að segja að þið tengi ekki við börn, en við förum alveg inn í bara já, það öðruvísi brjóstviti, við erum bara þannig já, það öðruvísi, já en við erum líka með hugvit, þá erum við með eins og baugarnir sem ég mála í kringum Maríuna mín, englana brjóstvitið
stórt og við finnum það líka út bakið, þetta hringur í kringum okkur. Ég finn til dæmis fyrir þér að því ég hér með þér í gegnum brjóstvitt og svo erum við náttúrulega líka með þetta hugvitt og núna brjóstvitið að opnast í 50 vitinni, þetta hjartavitin og heimir líka, COVID, allt hrundi, allir hræddir, það þarf að eyðileggja til að leyfa því að vaksa upp og nýtt og það ástæða fyrir öllu. En hvað með ef maður myndi segja, þú veist að því það eru örugglega margir sem, já ok, 5. vít, hvað er nú Akkurat. þetta og eitthvað svona, en maður segjum sem svo að við bara förum inn í þessa umræðu og tökum þessu sem bara einhvers konar sannleika. Við segjum að þú veist að ef maður ætlar að geta vaxið sem manneskja og farið í hærri tíðni, að þá verður maður náttúrulega að vera tengdur í innsæðinu sínu og maður verður að hlýða innsæðinu sínu. En svo erum við líka með svo mikið af hlutum sem eiginlega til þess gerðir að vera slökk á innsæðinu okkar, eins og bara stanslaus símanótkun, svona bara þetta svona fréttir. Já, stanslausa input, ég veit ekki hvað er gott íslenskt orðið er input. Áreiti. Já, svona að heilin í okkur að fá svo mikið að það verður stundum erfitt einhvern veginn, hvar ætla ég að heyra í djúpu röddinni inn í sjálfu mér innsæðinu mínu þegar ég er að fá svona mikið áreiti úr öllum áttum sem að distrakta mig. Og þannig að það er alveg kunst í nútímanum að ná að finna þannig svona þögn og rými að ég geti farið að finna þetta sko og farið að hlusta á brjóstvitið mitt sko. Hugleiðsla. Og það þarf ekki vera nema 2 mínútur á dag, þú þarft ekki að hugleiða í marga klukkustundir. Halla aftur augum, ég nota auggrímu, slekk á símanum og ég fer í gegnum hugleiðslu á 2 mínútum og þá tengi ég mig við mig. Þá get ég tengt mig við það sem ég vil fá til mín. En það er mjög mikilvægt að slökkva í smástund og tengja sig við sig. Ég hef verið að kenna og er að kenna leikfimi, íþróttir, ég er með tíma. Fólk það bara elskar að hugleiða. Bara getur lengt aðeins hugleiðsluna, þá leggjustu eftir æfingarnar, slökkur ljósin og ég leiði hugleiðslu, það slokknar og fólkið það sopnar. Bara hvað ég er svo fegin að geta hugleitt. Og ég var með úlinga í úlingarhisti hjá Reebok. Þau elskuðu að hugleiða, unga fólkið. Já. Aðeins að stoppa og hugsa hvernig líður mér og helst gleyma hver maður er og gleyma kennitölunni, gleyma félagun og gleyma því sem maður er að gera á eftir, gleyma hvað ég kaupi í matinn, gleyma að borga þetta, æskiluru og geta bara verið. Það hjálpar okkur að fara inn í 50 vitina og þá er gott að sjá framtíðina og draga hann inn í nútíðina. Nú er náttúrulega alls konar já, framtíðin, það er eiginlega svona stóru skilabóðin hérna núna, það er að draga framtíðin inn í nútíðina. Já, en þú þarft að skipin að koma, það er ekki bænin er góð. Ég vona að það verði allt í lagi, bara please, hjálpaðu eitthvað bara, gerðu bara eitthvað, hjálpaðu, bænin er góð en hún er óskýr, bara eitthvað, láta þetta reddast. Það sem virkar ég er hamingjusöm, þetta er að gerast, þetta er, ég á, mér líður og ef þú hefur áhyggjur af einhverjum, ef ég er að hugsa þig Sölvi, þá setja ég hnefann upp, hjálpaðu Sölva. Stattu með honum, vertu hjá honum og hjálpa honum. Núna, ég skipa. Þetta fer í gegn, þetta hljómar í þessi frek eða reið, það er ekkert svoleiðis. Ég er bara mjög ákveðin og ég læt eins og þetta sé að gerast en ég er að draga það inn í nútíðina. Þannig að ef það er ykkur sem er að horfa á hana þátt þá bið ég hann að segja þetta í nútíð og vera ákveðin og opna hjartastöðina, tengja það við hugsanir og draga það inn. Þetta er engin trúarbrögð, þetta kostar ekki neitt, þetta kostar einbeitingu. En hvað með ef það er ykkur að hlusta að horfa sem að hugsa bara, wow, veist, ég er alveg að kaupa þetta, en tilfinningarnar er ekki aðna. Er það bara fake it till you make it? Þá það bara endur forrita, því það er búið að forrita þig. Það er kannski eitthvað sett, þú veist að spákonur eru bara já, allt í lagi. Svo þegar maður hittir fólk sem er búið að forrita og trúi náttúrulega ekki á eitthvað svona, og það er bara í góðu lagi, það er best. Og maður segir eitthvað bara, hvernig veist þú þetta? Það veit enginn þetta. En þá fær maður eitthvað skilaboð og það er svo geggjað. En það er bara kærleikur og gleði. Ekkert of alvarlegt eins og við séum á miðilsfundi.
Nei, skilurðu mig? akkurat. Þannig funkar ég vil hafa gaman. Það bara svo leys. Ef hún var leggi spáið það? Já, ertu til? Ok. Varstu ekki að segja ég var hugrakkur eða? Þú ert hugrakkur. Ég er ánað með þig. Já, ég meina ég ætla að skoða kamerunnar það. Já. Ok. Jordan. Já, hérna. Ég er til í þetta líka. Hvernig líður þér, Sölvi? Núna? Já. Vel. Já, mér líka. Þá ætlum ég að biðja þig að draga 3 kort. Kannski legg þetta hér bara. Ég ætla að biðja að draga 3 kort. Prófum þetta. Og þetta allt í gleði og kærleika og ljósi. Flottir. Já. Sölvi minn. Elli mín. Vá. Ertu ekki að Við vorum að tala um 50 vítina. Árið 2021 þá fór heimurinn COVID og allt sem var í gangi. Við fórum inn í 50 vít ef við verðum svolítið andleg núna. Hér ert þú á vígvelli árið 2021. Hér er 5. Sér er 5 hérna uppi. Árið 2021 þá ert þú á vígvelli. Árið fyrra. Akkurat. Þá ert þú í stríði og það eru ský á himni. Allt í lagi. Þetta er mjög skýrt hérna og það er ekkert merkt hér, höfum það á hreinu. Það er ekkert lím á þessum kortum. Þetta er í fyrra. Þetta er núna og þetta er framtíðin. Sérðu munin á í fyrra? Við erum hérna í miðunni, þú og ég. Við erum hérna í miðunni í nútíð. Þetta er framtíðin og þetta er fortíðin. Og ef þú hugsar of mikið um fortíðina, hvað var erfitt þegar þessu var öll hent á þig og allt þetta sem fór í gang, það er mjög mikilvægt að þú takir þetta ekki með þér áfram í framtíð, þá kemst ekki áfram. Þú ert fastur að rifja þetta upp, hugsa um þetta, fyrirgefa sjálfu þér, fyrirgefa öllu sem er, muna hver þú ert. Þetta er liðið. Þetta er þú í framtíð. Og það eru 3 verkefni sem þú vinnur með og þau vaksa og dafna en þú horfir fram á því, þú veist ekkert hvert þú ert að fara, sérðu það? Já. Og hér þú, með aðalverkefnið þitt, þú ert komin á hestið þinn og þú ferð af staðinn í framtíð og það er bara bjart. Það er ekkert ský eins og var. Það er rétt. Þetta er fortíð, en þetta, það þarf að kveiki í henni. Já. Þú þarft alveg að kveðja hana. Ekki hugsa um hana, ekki tala um hana, ekki vera þar. Líka minn fer aftur þangað og hann hatar það. Hann getur það ekki. Hér er þú í framtíð og þér líður vel og þú ert búin að læra af reynslunni og þú vinnur eingöngu í gegnum hjartað. Hvert einasta skref sem þú tekur er rétt skref. Það er bara þannig, Sölvi. En þú þarft að sækja framtíðina í huga og hjarta og mér langar að biðja að fara langt inn í framtíð og setja markið miklu hærra en þú hefur nokkuð tíman ímyndað þér. Sama hvað aðri segja eða hugsa eða gera. Já, það vantar stundum, sko. Þú ert búin að læra og lærdómurinn hefur verið numinn. Og núna er tíminn til að elska þig og alla sem þú hittir og vera algjörlega í ást og kærleika. Og ert ekki í kringu gott fólk líka? Jú. Já. Ég passa mig á því líka. Ég passa félagskapið minn. Mér finnst betra að hafa 2 nálægt mér sem er að tala um framtíðina og hvað sólin er falleg og hvað er gott að vera til og hvað við ætlum að gera, heldur en að vera með 1000 mann sem er að baktala eitthvað eða er í neikvæðni og eru svona ekki í þessari jákvæðu samskiptum. Fyrir mig,
það er bara fyrir mig og ef mér líður illa eða ég finna að ég er einhvern veginn fæ einhvern núti í kvið þá þarf ég bara að skreppa ég ætla aðeins að þjóta ég bara man það núna, ég verða að þjóta af því ég hef ekki tíma fyrir sérstaklega ekki baktal og eitthvað svona neikvæðni það var mikilvægt þetta að vita hver maður er og sama tíma skilja sjálfa sig og brestina sína, skilja sjálfa sig og bresti annara, en reyni mitt skilur að því þú ert að tala um þetta og þú færið talið svolítið að mér, að hugsa mitt skilur ég betri parturinn af sjálfum mér þegar ég er í góðu jafnvægi þú veist, bara það er fólk að nútir sem að mér finnst hafa gert mjög illa á minn hlut, en mér langar bara finna kærleika til þess að fólk skilur og fyrirgefningu til sjálfsmíns og bara einhvern veginn ég veit það ekki skilur, ég held að djúpt inn í okkur að þá vitum við alveg skilur. Þetta er ákvörðun að elska alla þess að eru og sérstaklega ef einhver hefur gert á þinn hlut kannski sagt ósatt eða verið bara vondur við þig fyrirgefningin, hún gerist á einu augnabliki og það hreinsast hjarta hreinsast og þú getur haldið áfram ef þú ert í biturleika og reiði brjálaður, það er öllum að kenna þú gerði þetta, þá setur upp veggi alls þar í kringu þig og þú kemst ekkert og þú ert fastur inn í þessum kassa og að sama skapi líka snúaði við að þú veist að líka bara einhvern veginn fólk sem að maður sjálfur hugsa ég hefði geta gert öðruvísi í þessum aðstæðum sem voru þarna. Ég hefði getað, mér þykir fyrir einhverju sem ég hef gert. Að reyna þá, þú veist, ef það er ekki hægt að tala við manneskjuna beint eða eitthvað, reyna þá að senda allavega þá strauma, þú veist, ég bara innilega vil taka fulla ábyrgð á mínum hlut. Ég vil, þú veist, bara, ég veit ekki hvort að segja biðjast afsökunar, en bara einhvern veginn svona taka fulla ábyrgð á sínum hlut og einhvern veginn senda það út að það sé engin partur af manni sem er einhvern veginn að reyna að ef maður ætlar að finna kærleika til annara sem að hafa kannski gert eitthvað á manns eigin hlut, þá held ég sé lykilatriði að skilja síðan hver er minn þáttur í þessu. Er ég alveg búin að skoða minn þátt? Og er ég þá búin að væpa mig þangað að ég segi, ok, ég ætla að taka fulla ábyrgð á mínum þætti. Og en svolítið klísjukent orð að biðjast afsökunar eða eitthvað svoleiðis, en meira bara að það finnist á mann að það er engin partur á manni sem vill vera að réttlæta einhverja hegðun eða eitthvað sem ég þekki brestina mína. Ég veit nákvæmlega hvað ég hef gert, ég veit hvenær ég hefði getað hegðað mig betur, en ég veit ég var alltaf að koma frá góðum stað, skilur. Ég veit það. Og það var aldrei, þú veist, það var aldrei ætlun að vera, skilur, og ég held inn í enn, þá snýst þetta svolítið ég held að á einhverju djúpu leveli, þá finnur fólk bara, og fólk veit. Ég veit það, og líka skilur, bara... Fólk finnur frá hvaða orku maður er að koma. Já. Og fólk finnur, skilur, er eitthvað, þú veist, er eitthvað breyskur, en hei, þetta er góð manneskja. Já, og bara ég fyrirgef og þú þarft ekki að hitta manneskjuna til að fyrirgefa henni, af því að þá ert þú laus, þá getur þú haldið áfram að læra og vera betri maður, bara tala öðruvísi, hugsa áður þú talar og bara gefa endalaust að þér en samt alltaf að setja mörk og passa þig, en þetta er svo hárrétt, við erum öll góð. Einmitt. En það er svo misjátt hvernig maður er forritaður inn í lífið. Hvaða uppeldi, aðstæður og það er alls konar ytri áhrif sem að móta mann. Það er nú bara þannig í lífinu og við þurfum bara að gera það besta úr því og ég held að kærleikurinn sé bara málið, sko. Það er svoleiðis, sko. Það er þannig. Svoleiðis. Og bara við erum góð hvort annað. Einmitt. En þá hugsa maður aftur, skilur þetta sem er alveg eðlilegt, eins og þú nefndir áðan með að þegar þú ert að segja að þú sért að tala við framtíðin og biðja hluti, að það var einu svona góðu maður sem sagði við mig, hann var mjög skemmtilegu náungi, kynntist þér einhverjum árum og hann sagði, þú þekkti mig ekki þegar ég var þú veist, þegar ég var ekki svona glaður, þegar lífið mitt var allt öðruvísi. Já. Og ég segi, nei, ok, ég var með aðra löppina á bananahýði og hina á grafabakkan. Nei. Það var það slæmt. Ok, það var það slæmt. og svo segja, svo byrjaði hann að gera alls konar hluti og byrjaði að laga og svo fór hann að hugleiða á hverjum degi og biðja á hverjum degi og segja, það er sem bara áhugavert við bænina. Maður byrjar á að biðja óþarfa fyrir sjálfa sig. Akkurat.
Svo byrja maður að biðja mikilvæga hluti fyrir sjálfan sig, svo byrja maður bara að biðja hluti fyrir annað fólk. Akkurat, hvað snillingur þetta? Og þá sem maður bara það að þú eigir space til þess að vera að biðja eitthvað fyrir aðra, það segir manni að þú sér komið innistæðu. Já. Skilur hvað er að fara. Já. Og það svona, maður hugsar oft, bara í þessu samfélagi sem við búum með, það gigantísk streita á fólki og lifnaðar hætti marga, það ekkert skrítið, við eigum ekkert mikla innistæðu. Við erum bara að reyna að lifa af og við erum bara að reyna að komast í gegnum daginn og vera við sæmilega orku og eitthvað svona, og það er svona, finnst maður stundur svolítið sjálfgæft og maður hitti fólk sem maður finnur bara þessi manneskja með mikla innistæðu. Já, og líka eins og ég hélt til dæmis hjá mér að ég væri að þessu til að komast í gjaldþrotið, eignast einhvern pening, komast og eiga heimili og eiga einhvern pening. Þetta er alls ekki peninga. Þetta er bara hver ég er orðin og hver ég er að verða. Þetta er eiginlega bara það sem ég er að læra. Og veistu það, maður heldur þetta sé eitthvað sem að ástæðan sé einhver, maður lendir í einhver og maður upplifir eitthvað, en svo er það hún eitthvað allt annað. Og það er eiginlega þegar maður er að gefa af sér og er góð við aðra, þó sé bara hlusta á einhvern eða, þú veist, heilsa einhverjum eða, ég veit ekki hvað, eitthvað jákvætt, bara þú lítur vel út í dag, gaman að sjá þig, eitthvað. Við erum að heila okkur þegar við erum að heila aðra. Þegar ég er að hjálpa öðrum, þá er ég að hjálpa mér. Og þegar ég er að segja, stattu með þér, í dag er dagurinn sem ég stend með mér, þá er ég að segja þetta við sjálfa mig. Já, mitt. Og þess vegna er náttúrulega, sko, þegar þú nefndir áðan með fólk sem að kemst í miklar allsnæktir fjárhagslega, skilur, og þá náttúrulega maður kannski ekki margir sem nýta þá gjöf, en maður er sko að þú er komin þangað að þú eigi mjög mikinn pening, að þá náttúrulega, þú veist, bara það að þú getur verið að ég sé að þessi manneskja gæti verið að gera geggjaða hluti, en það vantar smá pening, ég ætla að tippa einn inn, skilur, þá getur verið að gefa sjálfriðar eða sjálfum þér svo mikið á þess að taka myndaðir, gefa það einmitt, með því að nýta allsnægtirna þínar í að, skilur, og þá er þessi manneskja kannski bara þér ævarandi þakklátt, þú horfir á það sem hún er að gera, vaks og stækka, skilur, það bara svona geggjað, ég átti þá til þessu, skilur. Og þá kemur heimurinn og hann margfaldar það svo átt nú þegar og það er bara margsannað og við sjáum það ekki, en það er og bara örlátir einstaklingar og yfirleitt fólk sem á lítið, það er svo gjafmild og maður bara, ertu í alvörun að gefa allt sem þú átt, og það er svo merkilegt, þegar þú ert komið þangað þú átt mikið og þú ert í allsnæktum og þú gefur, ég átt að glas, hérna Sölvi, takt þetta glas, mátt eiga það, þetta er allt sem ég á, mátt eiga þetta, að því ég veit að ég fæ annað glas, ég veit að heimurinn færi mér annað og hann færi mér 1000 glas af versmiðu þegar ég geði þér glasið mitt. Hann sér Glas af versmiðu? Nei, skilur við, fattar við. Já, en þá ertu náttúrulega komin inn í bara þetta að vera í trausti. Ég er í svo miklu trausti að hálfa var nóg. Og það er svo geggjuð tilfinning. það er besta tilfinning í heimi. Og þegar maður fær eitthvað erfitt verkefni, ok, þetta er verkefni mitt í dag, þetta er erfitt, en þetta er verkefni ég ætla að tækla þetta. Þetta er verkefni mitt í dag og ég ætla ekki að láta þetta slá út af laginu. Og þeir út þar og heldur áfram og ert hér, þá einhvern veginn kemur eitthvað til þín. Rétta fólki kemur til þín, allt í einu farið símtalið, allt í einu, þú veist. Og það er svo geggjað. Og það er svo geggjað að búa í samfélagi sem er friður. Það er náttúrulega gríðarlega magnað, sko. Og það hefur alltaf verið svona einn af fallegu hlutunum í Ísland, sko. Að vera herrlaus og svo vona maður svo mikið. Ég man að þegar ég var að ferðast, ég hefur náttúrulega verið að ferðast rosa mikið, þá fannst mér alltaf svo gaman að geta sagt við fólk, við erum ekki með her og lögreglan á Íslandi er ekki með byssur. Svo byrjaði það aðeins að breytast. Ég skil það alveg, veist, ég skil alveg að það þarf að taka einhverjar varúðarástafir, en ég var samt bara, mér finnst það ekki góð þróun, sko. Nei, ekki mér heldur. Að því talandi einhverja svona orku, byssur kalla á fleiri byssur. Það er svo leis. Og ég talaði einhvern tíðan við þegar ég var að gera þættu undirheimann eða fyrir einhverjum árum og talaði með þeir sögðu mitt svona, það er svona óskrifuð regla
að það ekki, en þú veist, leið og lögreglan fer að byssuvæða sig, þá mun undirheimandi líka að byssuvæða sig og þá er náttúrulega bara tímaspursmál hvernig einhver verið skotinn, þá mun það valda því að það þarf að vopnavæða meira og svona, skilur allir vera hræddir. Ég skil alveg að fólk sem hlustar á þetta finnst þetta að vera þvæla, skilur en ég sé þetta svona. Svo erum við hreint vatn. Já. Vatni hér er náttúrulega ótrúlegt, sko. Hreina vatnið okkar og bara allt sem okkur er gefið hérna. Ég held við séum, þetta er himnaríki. En veðrið? Veðrið er geggjað. ef að veðrið hefur ekki áhrif á þig, þá ertu á góðum stað. Svo mikið hitabeltist dýr, sko. Já. Gaman að vera í hlíðinni. Við getum allavega klætt á okkur hitan. Já, og síðan er líka mitt kostur við veist, þessi ferskleiki, sko. Ferskleikin í loftinu. En við erum ung þjóð. Við erum ung þjóð, já. Sem er yndislegt, við erum opin og unga kynslóðin og þessi krakkar, ég elska sonu minni vegan og þau eru svo, þau kaupa sér aldrei föt, þau kaupa allt notað, þetta er náttúrulega dásamlegt, sko. Einmitt. Og bara tjáningamátinn, sko. Já. Þessu strákandir hennar sýstu minna, elska þið svo lög, elska þið svo lög. Já, finnst þetta ekki geggjað? Og maður bara, ok, segir maður þetta bara, ég elska þið líka. Það er svo tilfinningarlega opinn, sko. Þú veist, það er búið að kenna einmitt þetta, svona ég held að hluta því að þú veist vera að hluta því að einmitt tala um þessa innistæði að einhvern veginn, þú veist, má bara segja svona, hann má bara segja fallega hluti við fólk og eitthvað svona. Já, og líka, nei, ég vil ekki úr ráðleiki mér langar bara að segja það frá þessu. Já, einmitt. Það má líka. Einmitt. Og maður bara, ok, ég skal bara hlusta. Og líka hverjum þykir sinn fugl fagur að ég á í mjög sérstökum tengslum við eldri strákinn hennar systur minnar, ég fekk hann í viðtalinn í podcastið mitt, sko. Og hann er það mikill meistari, sko, en hann einmitt er svona sem er svo gaman við hann einmitt er svona þú veist, ef pabbi minn er eitthvað, þú veist, það er ekki að bara, eitthvað þetta með svo mikið drama. Já. Þetta er drama. Já. Í staðin fyrir að, þú veist, taka þetta eitthvað inn á sig og bælast og eitthvað, eins og maður sjálfur gerði, sko. Og afinn bara, já, nei. Já, nákvæmlega, þetta líkir allt, sko. Svo er líka annað sem ég finnst merkilegt. Ég er að tala við marga mæður og feður líka. Það er alls konar mál og verkefni sem fólk er að takast á við. Börn, þau heyri ekki endilega það sem þú segir þeim að gera. Svona taktu til, lærðu heima, gerðu þetta, kottu heim, ákkur ert ekki að gera þetta. Þau heyri þetta ekki, en það sem börnin heyra, unglingarnir, þau heyra það sem þú gerir. Já, ég ætlaði að fara að segja það. Og það er svo gott. Já, mamma, ok, hún fór hann í gjaldþrot og hún heldur bara áfram. Hún er listakona, já, ég veit ekki alveg eins að Jesú myndir, en hún er að gera þetta. Nei, skilur, hún lætur þetta ganga upp og hún gefst ekki upp. Ég sé þetta fer í undir meðutunduna hjá mér og þá tek ég þetta inn. Þá veit ég að ég get þetta því þetta er mamma mín. Þannig að þetta finnst mér líka magnað að börnin þau læra. Nú var ég að hugsa hinn sonur minn sem talar ekki við mig. Já. Hann sérst lokað á mig og ég er ekki búin að heyra í honum í mörg ár, 4 ár og hann talar ekki við mig í dag. Ég rak hana heiman, ég var að fara út úr erfiðu sambandi og var ekki í jafnvægi sjálf, var að fara í gjaldþrotið og hann fór aðeins út á braut og ég rak hana heiman. Ég rak barnið mitt í burtu og hann er ekki talað um mig síðan. Langar að heyra í honum? Já, ég sendi honum SMS og ég hef hitt hann á Laugaveginum, ég hitt hann á förnum vegi og hann vill ekki tala um mig. Hann vill ekki heldur tala við systur sínar og hann vill ekki tala við okkur. En þar verð ég að vera í trausti. Ég get farið undir sæng og grátið af því að ég var alveg þar fyrst. En í dag, hann býr hjá pappa sínum og flutti til pappa síns, ég borgaði meðlag og af því ég rak hann út af því hann var að gera hluti sem að ég vildi alls ekki að hann gerði í húsinu og hérna þar verð ég að treysta. Ég get verið fórnalamb og grátið yfir þessu, hann talar ekki við mig, ég er ómöguleg mamma, hvað sagði ég, akkur ég hendi honum út,
ég sé eftir því, en ég veit þetta var rétt annars ég fengi hann bara í skottinu á okkur bíl setna ég veit þetta var rétt ákvörðun og hann er ekki að gera það sem hann gerði þá Nei, þetta kemur hann er að læra, en hann er reiður og hann vil ekki tala við mig en ég verð að vera hér og ég segi drengurinn talar við mömmu sína ég elska barnið við erum í heilbrigðum samskiptum ég tek utan hann og við erum góði vinir og ég get hjálpað honum og hann hjálpar mér ég er að segja þetta alla daga og ég býð bara eftir að það gerist hvort sem það gerist á morgun eða eftir 20 ár, 30 ár eða þegar ég er einhvers staðar bara á, ég veit ekki hvar þá mun það gerast og ég er að læra ég verð að líta á þetta sem lærdóm en ég gerði rétt með því að senda hann út og ég vona að hann vita af mér og sjáu að ég er að vinna í því að láta hlutinni ganga upp af því að hann upplýði það þegar við vorum að missa allt og hræðilegt samband og bara hræðilega óheilbrið samskipti en ég er að vonast til þess að þetta sé rétt líka hann taki eftir mér einhvers staðar og ég tristi og ég kalla á framtíðina og ég skipa heiminum ég er ekki í bæn ég bið en þarna segi ég hjálpið honum ég og barni mitt erum í heilbrigðum samskiptum og við erum saminuð og ég fæ að hitta drengi minn núna ég er að draga þetta inn í nútíðina ég get líka verið, þetta var svo erfitt ég sendi hann út, ég hendi honum út, ég var svo reið ég var ómöguleg, okkur ég gerði þetta ég verð að hætta því og ég tók ákvörðun að því ég vil sækja framtíðina Ég tala við, maður getur svona erfitt að setja sér í sér spor, ég tala við dálítið mikið af mönnum sem ég þekki sem að hafa verið með unglinga sem er í neyslu og maður hugsa svona, þetta er svona oft bara ultimate prófraun í æðruleysi vegna þess að ekki þetta er svolítið ótengt þessu sem þú varst að segja en samt það sem ég segja bara einhvern veginn þetta æðruleysi sem að ég held að þú verður að vera í gagnvart þessu að vísasta leiðin til þess að íta barninniðina lengra frá þér er að fara að reyna að fikta of mikið í atburðarásinni sko. Það verður alltaf að koma innan frá maður hugsa oft bara þegar maður er að reyna að breyta öðru fólki það er ekki hægt það eina sem maður getur gert er að reyna að breyta sjálfum sér Algjörlega. Og hinn manneskjan verður að finna þetta hjá sjálfum sér það er þannig sko. Og þá líka við börn en maður þarf að setja mörk og maður þarf að segja að þetta gengur ekki upp það sem þú ert að gera og ég verð að beða að fara til pappa eins eitthvað svoleiðis eins með ef að börn fara á eitthvað stað og þau slíta tengsl við getum ekki breytt í en við getum bætt okkur og ef að barni myndi koma aftur til mín sem ég veit hann gerir hvenær sem það verður þá er ég með opinn faðminn Akkurat. Þá er ég ekki að rífa eitthvað upp af því það er liðið og það er allir að læra, við erum öll að læra ég loka á mömmu mína fór ég ykkur að fílu í gamla daga þannig að ég rauninni að vera heiminn að sína mér það sem ég gerði og ég er að læra svo mikið að því að hálfari nú þannig að maður þarf einhvern veginn að maður þarf bara að halda áfram og trúa og treysta og standa með sjálfum sér og ég veit að ég er góð við vitum hver við erum en maður þarf að minna sig á það Akkurat og eins og ég er að tala við mjög marga sem er að takast einmitt á við þetta fólk er að takast við alls konar þá næ ég einhvern veginn að tengja minna á þetta en maður getur ekki ráðlagt neinum sem er að fara í gegnum svona við fáum alltaf eitthvað verkefni alltaf. Það er alltaf nýtt verkefni hvað næst sýndu mér það bara núna, klárum þetta að því við erum alltaf að læra Það er náttúrulega þessi hugmynd sem er einhvern veginn, ég veit ekki kannski er það skilyrðingu bíómyndum eða eitthvað þessi pæling með að við erum einhvern svona dagdröm það gemur sér staður þar sem að ég get bara sest aftur í stólinn eða sófan og þetta er bara allt komið það kemur aldrei það gerist aldrei þá er eitthvað kipt út sko. Það er fólk sem er að kaupa sér fasteign bara svo er ég að gera eitthvað og breyta einhverju og bara þegar það er komið og ég kem þetta nei, svo kemur það moment þá er ég ætla að fá mig sumarbústað líka einmitt, nákvæmlega því á endanum er þetta náttúrulega bara einhvern veginn lífið er bara orka og lífið er aldrei að fara að hætta sko. og það er svona þessi, ég held að það sem er svona maður er oft með þessa óljósu hugmyndum að vera að elta þetta moment og það er bara eins og að vera að reyna að koma sér undir regnboga sko. Það er ekki að fara að gerast sko. Trúðu mér, ég er að tala við svo marga sem eiga allt þeir eiga allt þeir eiga
mörglös skilurðu Mörglös. og viðkomandi bara, ég finn ekki hamingjuna og maður bara, nei bara ég verð að finna einhverja andlega næringu alltaf í vinnunni ferðalög, kaupa gott og vel, það er alveg stundagliði, það er alveg gaman að veluna sig en þú færð ekki þessa sönnu djúpu tengingu við sjálfa þig og hjarta þitt með einhverju hlutum og það veist þú jafnvel og ég Er það ekki líka mann eftir þegar ég hitti ég tengdi svo við það þegar ég hitti Ísmannin Wim Hof, hollenska sem Já. tók viðtal við hann út í Hollandi Já. og áður en hann varð alveg súperstjarna sko. Já. Og þá mitt manni hann sagði við mig sko, ég veit ekki hvernig hann örugglega hefði verið greindur með athyglisbrest og allan einn orkumesti maður sem ég hef nokkuð til hann hitt á efinu sér ég veit ekki hvernig þetta er fyrir annað fólk en fyrir mig ef ég ætla að finna þægindi þá þarf ég meðvitað sjálfviljugur að stíga inn í óþægindi aftur og aftur og aftur Akkúrat. þannig fæ ég þægindi Já, skilur og þá er það þetta ég held að sé innbyggt inn í eða ég get ekki tala fyrir annað fólk en svo mér það er innbyggt inn í mann að það er eitthvað svona orðið achievement en það getur verið í mörgum myndum skilur að það er einhvern veginn ef ég er ekki að fylla það rými þá vantar mig alltaf eitthvað skilur, því það er einhver partur af mér sem þú veist, sem er þetta einhvern veginn að þetta er bara gamla góða þú veist, að koma heim að loknum bara velheppnuðum vinnudegi þar sem þú lagðir þig allan fram og þá er svona, ok, ég er ánægður með sjálfa mig núna já, ég gerði mitt besta í dag sko. já og bara klappa líka svo líka annað sem ég er svo merkilegt að við hugsum 60-70.000 hugsanir á dag það er búið að rannsaka þetta 90% af þessum hugsunum sem þú hugsar á hverju degi er það sömu og hugsaðir í gær hugsanir í dag eru 90% sömu og hugsaðir í gær þannig að hugsanir skipta máli og sálin elskar eitthvað nýtt gera eitthvað annað en hún gerði í gær þessar sömu hugsanir færa þær sömu viðburuna sömu tilfinningu, sama fólkið félagslegt, veraldlegt, allt þannig að við þurfum að breyta og við þurfum að gera annað en við gerðum í gær eins og þú bara varst að tala um eitthvað nýtt já, og ég gerði kannski eitthvað annað í vinnunni heldur en ég gerði daginn þar áður og ég gerði það vel og ég stóð mig vel og þú kemur heim, heyrðu, veistu hvað gerist í dag? Eitthvað nýtt Mér líður stundum eins og sko þessi tala hjá mér sko, ég veit ekki, kannski er það því ég er stundum svolítið sjálfskrítiskur þessi tala hjá mér er stundum miklu hærra en 90% þú bara fer upp í 98% og er þar kannski í einhvern tíma já. Til þess að það veldur því síðan að allt í hennu sprengi ég bara allt upp og bara fer á eitthvað, hendi símanum mínum og labba Jakobsveginn eða þú veist, fer ekkert á eitthvað lítið mótorhjól og er eitthvað í bara fátækra hverfum hinum meginn á nettinum og þá fer tala nú 98% niður í bara eitthvað mjög lítið og þú gleymir bara öllu það er best og ég veit ekkert hvernig, einmitt, talandi maður getur ekki talað fyrir annað fólk en ég upplifist stundum eins og ég hefði bara átt að vera hirðingi eða eitthvað sko, að þú veist, mér líður best þegar ég svona einhvern veginn, einmitt, er á einhverju litlu mótorhjóli með eitt bakpoka og það er allt óráðið sko, og það er bara, ég er að fara frá stað A til B, ég er að sjá eitthvað nýtt og svo bara aftur daginn eftir og eitthvað nýtt og þá, einmitt, þetta frelsi í að, þú veist, þetta er gaman að eiga eigur og allt það skilur en ég get ekki, það er ekki mín leið sko, þú veist, ég verð alltaf að vera einhvern veginn stimulera sjálfa mig og sprengja þetta norm sko. Hamingjan er ekki í fermetrum sko, hún er ekki í veggjónum en það er ástæða fyrir þú ert fjölmiðlamaður, þú eru áhuga á fólki og þú eru áhuga að læra og það er heldur líka ástæða fyrir ég fór í fjölmiðla á sín tíma, ég hef svo mikinn áhuga á fólki og bara segðu mér eitthvað nýtt segðu mér, hvað gerir þú, hvernig gerur þetta hjálpaðu mér, segðu mér þú ert þannig líka, þú spyrir, þú færir fólki viðtöl og þú vilt vita eitthvað nýtt og þú vilt setja það út þannig að aðrir getur þá notið þess líka og þú ert á hárréttum stað og ekki fínt að fara með bakpoka og hjóla eitthvað þú veist, en það er alveg þú ert í réttu hlutverki og það er svo gott Já, einmitt, það er þú veist, maður hugsar einhvern veginn hvað er að ég, einmitt, eftir að allt þetta fárðir í skalla á hann í fyrra að þá, veist, ég veit ekki, kannski fór ég ekki nógu langt í að skoða bara í alvörunni bara er þessum kafli í lífi mínu bara lokið ég veit ekki, en það var alltaf einhver partur af mér sem segja nei mér er ætlað að vera miðla
ég veit ekki hvað formið það er en það er bæði eitthvað sem að bara fyllir mig og ég er góður í því Já. og ég veit ég get verið að gera gagn með því þannig að þú veist að tala áðan, þú veist, að mála eða eitthvað svona, komast í flæðið þitt þar sem að sálinn þín eða dýpsti parturinn að þið finnur, ok, hér er ég tengdur Og þá segir heimurinn við Sölvi, þetta er rétt, við ætlum að láta þetta ganga upp hjá þér Heimurinn segir mig, Elli, þetta er rétt, við látum listina ganga upp hjá þér og þetta spádóms flæði sem þú ferði í, við ætlum að láta þetta ganga upp og heimurinn hann velunar þig þegar þú ert að gera rétt hugsa hvað eru margir sem að vinna eins og rækjur allan daginn og þoli ekki vinnuna sína í alvörunni og bara þoli ekki vinnuna, þoli ekki þann sem situr við hliðina á sér eða yfirmanninn og eru alltaf í vörn, alltaf í þessu hérna nýri í að hlusta á exið er fín út á stöð, en þú veist hvað ég meina og bara er ekki að fíla þetta að koma heim og hugsa að vera þar ég ætla aldrei að vinna 9-5 aftur aldrei fyrir eitthvað sem segir já, nú áttu að skrifa Kim Kardashian og ég bara ok og það skrifa hvernig hún er í vextinum maður bara ok þú veist, ég mun aldrei gera neitt svona aftur og það er svo gott að vera á þeim stað og við erum náttúrulega komin á tíma þar sem að maður hérna, eins og í landi eins og Íslandi að það er jafn ömulegt og það er að það sé ákveðin hópur hérna, sem er í fátækt og það er svona eitthvað sem við öll ættum að vera bara, það er eiginlega bara óásættanlegt í landi þar sem er svona mikið allsnægtum að þá erum við samt flest á þeim stað og hugsa sko, okay, er ég að fara ef ég tek bara sjens í lífið minni tek á þetta er ég í alvörun að fara að missa þakið í höfuðið er ég að fara að hafa ekkert að borða Nei. Er mig að fara að vanta klæði þú veist bara, þú færði alveg basicið við erum í ákveðinni forréttinda stöðu með að manni finnst eins og við gætum orðið bara svona sköpunar, bara svona innovation bara miðstöð Ísland þar að segja, auðvitað hérna þarf ákveðina grunn þjónustu og allt það, en þetta með að við erum náttúrulega nútíminn er að breyta svo mikið með þessa hugmyndum 9-5 og þú ert að mennta þig til að verða þetta þetta er að breyta svo mikið þú með allir þessari tækni og öllu þessu þá eru meiri sér þú veist, ef við leifum okkur að vera nógu hérna, hugsa nógu langt fram í tíman meiri sér störf sem núna eru svona þú veist 9-5 eins og að vera kennar eða eitthvað hver segir að menntakerfi gæti ekki enda með því að það er bara eitthvað app þar sem að hér í þessu heimilisfangi er einstaklingur sem er rosalega færi að kenna þetta og hér er einstaklingur sem vilja læra þetta og svo bara para þeir sér saman og bara frábært þú veist það er, ég held að hérna þú veist okkur hætti til þú veist þegar að horfa tilbaka og segja bara vá, voru við alveg að gera þetta svona 1990 eða 2000 en okkur finnst þessum við séum komin á endastöðu núna en árið 2030 eigum við eftir að horfa tilbaka og 2040 bara, voru við alveg að gera þetta svona pældi í þessu þetta er svo skemmtilegt, þetta gerir svo hratt rosalega hratt og það er náttúrulega með hérna tækninni og gervigrindinni núna að þá er hröðunin svakaleg sko. Þessu er bara hvað breyttist í heiminum frá árinu 1500 til ársins 1900 eða ég tala nú ekki frá árinu sko 100 til ársins 500 versus hvað er búið að breytast frá 1950 til dagsins í dag sko. Maður er svolítið bara svona elsta fólkið sem er búið að upplifa allar þessar breytingar og þess að bara, er þetta bara í alveg allt búið að gerast á mínu æviskeiði sko. Og að fá að vera uppi á þessum tímum er alveg magna. Það er rosalegt. Og á þessum tíma þarf maður líka að standa með sjálfum sér. Sérstaklega að maður ekki gera alveg eins og allir aðrir eitthvað. Þá þarf maður algjörlega að vera hérna og halda sig frá öllu sem heitir eitthvað hugbrýtandi efni, eitthvað rugl og eitthvað vera alveg í toppstandi. Hvað segir um það? Þú varst að spá fyrir mér. Ég man að það kom til mér núna þegar þú varst að spá fyrir mér síðast, þá varst að tala um eitthvað hérna eitthvað í kviðnum hjá mér. Hvað var það? Það var eitthvað sem þú áttur að passa upp og sem þú varst að sitja og því þú með viðkvæma kvið. Ég hef verið með viðkvæma kvið, sko. Það var líka, það er þessi kona, hún kom líka síðast sem er farin yfir og hún er alltaf með þér, bara Sölvi minn, bara veistu hvað ég elskaði mikið Sölvi minn og veistu hver þú ert og myndan á hver hann er og ég á bara að minna það og elska þig og það er allt í lagi, það er passað upp á þig og ég veit að þú finnur það og þessi kona annarkort var hún að gefa þér eitthvað að borða eða eitthvað, ég veit ekki, hún er alltaf að færa þér eitthvað og hugsa um þig og hún er farin og hún er með þér og þú eru örugglega verið að tala eitthvað og ég dekt hver þetta er en hún var með mér og hún var líka með mér þegar ég hitti síðast, þegar ég hitti eitthvað á færnu vegi líka þá byrtist þú með þér
Nei, þetta ástæðan fyrir ég nefndi, þetta var einmitt þetta sem þú veist að segja með, þú veist, hugbrendandi efni og svona, þú veist, að það hefur aldrei verið mikilvægur held ég að reyna að halda hylkinu sínu hreinu, sko. Já. Til þess að innsæði geti fengið að flæði gegnum þig, sko. Já, og það líka, það eru mjög margir sem ég að tala við, að taka annað svefnlyf, kvíðalyf og fólk þorir ekki svona að fara af þeim. Ef það fer í gegnum einhverju erfiðleika, það þorir það svo auðvelt að taka lyf. En ég er ekki lyfjafræðingur, en það er oft gott að hugsa, þarf ég á þess að halda eitthvað sem er búin að vera á kvíðalyfjum í 100 ár og þorir ekki að hætta, það er mitt vaninn, sem vorum að tala um áðan, maður er svo öruggur í vana, fólk sem sefur ekki nægilega vel, tekur eitthvað svefnlyf, en ef ég tek ekki þá kannski hætti ég að sofa, spurningum að prófa það, þú veist, og halda þessu tæru. Ég er að tala við ótel og það er mjög margir sem taka svona quick fix, fá eitthvað hjá einhverjum og bara svo dofnaðir og verða skuggina sjálfum sér. Þannig að við þurfum líka að, að lesa okkur til, það er val að vita ekki allt sem við setjum ón í okkur líka. Og líka bara gefa sér mildi með, þú veist, að þú svona vera lengi að því ég þekki það alveg að vera lengi og svona, að þá bara, þú veist, einmitt að gætur byrjað að, þú veist, prófa að fara í hálfa. Taka það í svolítið tíma, skilur bara að ég held aftur með þetta svona innra prógram að það er framför skilur, og það er alveg nóg að þarf ekki að breyta öll í einu, að bara framför skilur, og svo framförum veldur meiri framför og líka minn, manstu, hann elskar þetta gamla svona, við þurfum ekki að fara í hálfa við erum góðir hérna höldum áfram að taka heila við erum bara fín þar nei, ég ætla að prófa hálfa að því ég ætla að fara í framtíðina ég ætla ekki að festast í sömu rútínu og ég gerði í gær og hinn og í fyrra og fyrir COVID og alltaf þannig að þú þarf líka að vera hugrakkur auðvitað tala alltaf við ráðgjöf að fólk er að horfa fram á við og taka skrefið og vera hugrakkur breytingar, gera eitthvað annað það skiptir máli ef þú vilt þroskast og læra það er bara svoleiðis er það ekki? Jú, það held ég held það ég held það líka já erum við ekki verið nokkuð góð bara sko þegar ég sitja hérna hefur það verður alltaf svo 5 mínútur ég veit að við erum búin að vera í allir sem ekki búin að vera í næri 1,5 já sér það er ekki tími nei þetta við erum ennþá í núinu við vorum í núinu áðan og erum það ennþá það er rétt en við þurfum að ná í framtíðina og draga hann inn í núið sem við viljum það eru svona stóru skilabóðin í dag ég er alltaf að gera tilraunir og þetta virkar þetta virkar þú tapar ekki að því að gera tilraun það er hárrétt kostar ekki neitt, tapar engu því kostar í tíma og einbeitingu og tröst hvað ef ég myndi spurja því blálogin ef þú fengir núna á þessum tímum að hafa auglýsingaskilti sem allur heimurinn myndi fá sjá í einn dag og þú mætti setja á það 1, 2 eða 3 setningar, eitthvað smá skilabóð hvað? Við erum góðu hvort annað það er bara við erum bara góð og ég myndi líka skrifa senda á stráki minn að hann ætti bara að hringi í mig fyrir mig en annars bara við erum góð Kekja frábært að sjá þig, eins og alltaf sömuleiðis takk fyrir að koma mér var ánægður